Góðan daginn og komið sæl, bæði hérna í húsakynnum Vegagerðarinnar í Suðurhrauni og eins þið sem eruð að horfa á okkur í streymi. Og velkomin að þennan kynningafund umhverfismatsskýrslu Sundabrautar. Þetta er 50. fundurinn sem við höldum til þess að kynna umhverfismatið. Það er búið að vera fundur á Kjalarnesi, í Laugardal, Grafavogi og síðan í Mosfellsbæ í gær. Þessi fundur í dag er svona með svipuðu sniði. Guðmundur Valur Guðmundsson mun tala um Sundabrautina, Bryndís Friðriksdóttir sem ekki hefur verið að þessu fundum hingað til ætlar að segja okkur aðeins um umferðina. Andri Gunnarsson frá Eflu talar um framkvæmdalýsingu verkefnisins, Ragnhildur Gunnarsdóttir um mat á umhverfisáhrifum og niðurstöðurnar í umhverfismatinu og síðan bætist Andri Rafn Jómann við og ætlar líka að tala um áhrif Sundabrautarinnar á umferð og umferðaröryggi og eins koma svolítið inn á mótvægisaðgerðir sem er tæft á í umhverfismatsskýrslunni en það eru miklu fleiri mótvægisaðgerðir mögulegar heldur en þar kemur fram. Sjálfur heiti ég Pétur Matthíasson og er forstöðumaður samskiptadeildar hjá Vegagerðinni og hefur verið fengið til þess að vera fundastjóri. Eins og þau kannski taki eftir allavega þeir í streymi að þá er fundurinn táknmálstúlkaður og það eru þær Auður Sigurðardóttir og Sandra Helgadóttir sem sjá það fyrir okkur í dag. Við tökum á móti spurningum eftir að þessum erindum lýkur og við tökum þær hér úr sal eða þá að við fáum spurningar frá ykkur sem eru á streyminu á slido.com eða slido.com og lykilorðið inn og það er Sundabraut. Þannig að endilega setja inn spurningar og við reynum að svara eins miklu og við getum. En við látum þessari bara kynningu lokið og bjóðum Guðmund Val Guðmundsson velkomin hér á sviðið. Gjörðu svo vel. Já, komið sæl, bara gaman að vera með ykkur í dag, bæði hér í salnum og í streymi. Ég heiti Guðmundur Valur og er formaður verkefnisstjórnar með undirbúningi Sundabrautar. Verkefnisstjórnin er skipið af innviðaráðherra og er skipið fullur á Vegagerðar, Reykjavíkurborgar, Sambandi íslenskra sveitarfélaga og innviðaráðuneytisins. Fyrir rúmum 2 árum, í október 2003, heldum við kynningum til Vegagerðinni matsáætlun vegna Sundabrautar, þar sem við kynntum hvernig fyrirhugað var standað umhverfismati og við fengum 110 umsagnir við matsáætlunina haustið 2023. Undanfarin 2 ár hafa verið nýtt vel til rannsókna útfærslu á öllum þeim valkostum sem ákveðið var að skoða í umhverfismati framkvæmda við Sundabraut. Vegagerðin og Reykjavíkurborg hafa staðið sameiginlega að umhverfismatinu og vil ég þakka Reykjavíkurborg og hennar fulltrúum fyrir gott samstarf og framlag á undanfarin misserum. Reykjavíkurborg komur jafnframt upp samráðshópi íbúa samtaka og kjörinna fulltrúa sem fylgtu verkefninu eftir og komið með mikilvægar athugasemdir og sjónarmið undanfarin 2 ár sem eru til þess fallin að gera það betra eins og það birtist hér í dag. Við erum að leggja á borðið vinnu fjölmarga sérfræðinga til að geta lýst áhrifum sem þessi framkvæmd hefur á umhverfi, íbúa og samfélag. Við erum búin að gefa okkur tíma eins og sagði. Það eru 2 ár síðan við kynntum matsáætlunina og það er ekki að því að við höfum verið að slugsa eitthvað, heldur hefur markmið verið að velta í hverjum steiðinni, skoða þær hugmyndir sem hafa komið upp á leiðinni til þess að geta svarað áhyggjum íbúa og skapa þenni sátt verkefnið. Við erum búin að halda eins og Pétur minntist áðan 4 opna íbúafundi þar sem yfir 500 manns hafa mætt síðustu daga og það er okkar von að okkur hefur tekist að draga niðurstöður fram á aðgengilegan hátt bæði á fundunum og þessum fundi í dag og til að skoða næstu vikurnar og allt það efni sem er aðgengilegt á vefnum hjá okkur í formi matsskýrslna, sérfræðiskýrslna og ekki síst vefsjávar þar sem hægt að skoða hlutin á myndarinn hátt í kortaformi og eru aðgengilegar á sundabrautni.is á vef Vegagerðarinnar. En okkur Vegagerðina standi í þessu, okkur eru falið af innviðaráðherra og Alþingi að undirbúa framkvæmdir í Sundabraut, bæði á grundvelli laga um samvinnuverkefni, á grundvelli þingsályktun og samgönguáætlun, þar sem að gert er ráð fyrir að gjaldtaka umferð standi undir kostnaði við fjármögnun, hönnun, framkvæmd, viðhald og rekstur Sundabrautar. En það er ástæða fyrir því að höfum verið að vanda okkur og reynt að rifja örstutt upp forsögu Sundabrautar sem hefur verið á alskipulagi Reykjavíkur langar hríð og var tekin í tölu þjóðvega árið 1995 og þá hófst undirbúningur hennar að gerð í samvinnu Vegagerðar og borgarverkfræðings hjá Reykjavík. Það voru fjölmargar leiðir skoðaðar með nokkrum hliðum. Undirbúningur var mjög langt á veg kominn 2005 til 2008 og mat á umhverfisáhrifum langt komið á 2 megin valkostum við þverjum Kleppsvíkur
annars vegar Sundagöngum og svo kallar Egilstöðum á brú innar í Elliðaárvogi. Á þeim tíma náðist ekki samstaða milli Vegagerðar og Reykjavíkurborgar valkost sem skildi stefnað og því lá undirbúningur að mestu niðri frá 2010 til 2019. Árið 2019 var settur saman vinnuhópur sem fór yfir þá helstu valkosti sem hafa verið til skoðunar í gegnum tíðina. Niðurstöðurnar voru þær að það var einungis 2 megin valkostir eftir, jarðgöng yfir í Gufunes, milli Sæbrautar og Grafarvogs og svo brú sem feraði hafnarsvæðið við Kleppsvík, mögulega í framhaldi á Holtavegi. Annar starfshópur var að störfum 2020-2021 með þá fulltrú Vegagerðar, Reykjavíkurborgar, Faxaflóahafna og samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Einhver hugsuðu enn eitt starfshópurinn, en verkefni hópsins var að endurmeta hönnun og áætlanir þeirra valkostir sem taldi voru standa eftir. Sundagöng og Sundabrú við þeirra Kleppsvíkur voru endurmiklar, þannig að þeir tengdust nýjustu hugmyndum skipulag aðliggjandi byggðar ásamt áformum uppbyggingu annarra samgöngumannvirkja. Og það leiddi sig ákveðnar niðurstöður og í framhaldinu þá var þetta innviðaráðherra og borgarstjóri undir viljayfirlýsingu samstarf varðandi undirbúning og umhverfis- framkvæmdarinnar. Og á þeim grunni höfum við unnið til dagsins í dag í samstarfi við Vegagerðar og Reykjavíkurborgar og þeir valkostir sem að vera kynntir hér á eftir. En hvað umhverfismatið? Umhverfismatið er lögbundið ferli við undirbúning framkvæmda og einn þáttur í aðdraganda þess að fá útgefið framkvæmdaleyfi. Umhverfismatið leggur grunn að mótvægisaðgerðum og allir þeirri vöktun sem nauðsynleg eru talin. Og að loknu þessu ferli umhverfismat þá mun Vegagerðin vantar að gera formlega tillögu að aðalvalkosti til Reykjavíkurborgar til að útfæra í sínum skipulagsáætlunum. En við horfum á hvað er Sundabraut. Sundabraut er nýr stofnvegur á höfuðborgarsvæðinu sem liggur frá Sæbraut að Kjalarnesi og verður hluti af stofnbraut sem tengir höfuðborgarsvæðið saman með greiðfærum vegi sem liggur eftir Reykjanesbraut allalega frá Hafnarfirði, gegnum Garðabæ, Kópavog og Reykjavík og allalega frá Kjalarnes. Og markmið sem með byggingu Sundabrautar eins og það hefur verið skilgreint af Vegagerðinni og Reykjavíkurborg sameiginlega og birtust í matsáætlun umhverfismatsins eru eftirfarandi. Það er að bæta samgöngur fyrir alla ferðamáta á norðurhluta höfuðborgarsvæðis, bæta tengingu vestur og Norðurlands við höfuðborgarsvæðið, auka hagræði fyrir atvinnuumferð, bæta tenginga Grafarvogs við svæði vestan Elliðaáa, dreifa umferð á fleiri leiðir og svo létta á umferðarþunga. Og þá auka samfélagslegan ábata með styttri ferðatíma, minni akstri, minni útblæstri og mengun vegna styttri leiða frá höfuðborgarsvæðinu innan þess. Eins og ég kom að áðan þá er gert ráð fyrir að gjaldtaka af umferð standi undir uppbyggingu og rekstur Sundabrautar. Gert ráð fyrir að gjaldtaka standi í alltaf 30 ár og upphæð veggjaldana getur haft verulega áhrif á eftirspurn eftir notkun brautarinnar og þurfa tekjurnar að standa undir fjárfestingunni og endurgreiðslu fjármögnunar. Raunhæfni viðskiptaáætlunar er því forsenda fyrir því að verði af verkefninu, eftir sem kostnaði við fjárfestingu og rekstur er hærri, þeim mun hærri þurfa veggjöldin að verða og þá er hætta svo að færri nota Sundabraut, tekjurnar af veggjöldin verði lægri og ekki verið innistæða fyrir endurgreiðslu fjármögnunar. Og það er staða sem við viljum ekki að koma upp. Það eru mörg sér framöndan, en kynning matskiptunar í dag og á fundunum, íbúafundum undanfarandi dag í Reykjavík, þá hefur Reykjavíkurborg kynnt aðskipulagsbreytingar og það ferli. Þannig að kynningaferli umhverfismats og aðskipulagsbreytingar hafa verið samhliða undanfarna núna og er þá fram í nóvember. Og þetta er allt mikilvægur og nauðsynlegur áfangi á leið við að byggja Sundabraut og forsenda fyrir framhaldinu. Þannig að Vegagerðin áformar að við getum hafið útboðsferli vegna samvinnuverkefnis fjármögnun, hönnun, framkvæmd og viðhald og rekstur fyrir Sundabrautar á næsta ári með það markmið að í síðasta leið 2033 geti Sundabraut verið tekin í notkun. Það er mikilvægt að verkefni svo Sundabraut að það skapi sátt og það er mín skoðun að það hefur beðið lengi eftir Sundabraut og sumum finnst allt og lengi. Því þið bara verkefni verið betra, það mun hefa betur nútíma áherslum og samgöngur í borgarumhverfi og þeirra notkun sem við búumst við, heldur en ef Sundabraut hefur verið tekin í notkun árið 2002. Það er líka mín skoðun að við getum ekki beðið mikið lengur en það hafa áformað Sundabraut verið forsenda uppbyggingar annarra samgöngu inn við á höfuðborgarsvæðinu á undanförnum 30 árum. Ásamt því að landnotkun í skipulagsáætlun sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu hefur tekið mið af því að Sundabraut komi. Þannig að við teljum og byggja þá öllum þessum faglegu greiningu sem við höfum lagt í á undanförnum misseri að verkefni sé til hagsbóta fyrir alla íbúa höfuðborgarsvæðisins sem og þá sem búa í nágrenni þess og sækja atvinnu og þjónustu þangað. Og þetta á jafnvel við íbúa í Laugardal, Grafarvogi sem og íbúa í Mosfellsbæ. Þannig að tilkoma Sundabrautar mun
breyta dreifingu umferðar á höfuðborgarsvæðinu og breyta leiðavæli okkar frá því sem í dag. En svo Pétur kom inn á þá og í byrjun og þá viljum við heyra sjónarmið ykkar og höfum heyrt á undanfarna daga. Sjónarmið eru ólík eftir hverfum borgarinnar eða hvar við erum, en við viljum heyra allir þessi sjónarmið og viljum geta útskipt á aðgengilegan hátt hver áhrif framkvæmdirnar eru á umhverfi og samfélag. Þannig að við getum fjallað Sundabrautina á málefnalega hátt og tekið þannig upplýstar ákvarðanir framhaldið. Takk fyrir mig. Já, takk fyrir það Guðmundur Valur. Eins og þau kannski getur hugsað að þá þetta viðamikið og stórt verkefni, þannig að það tekur nú svolítið tíma að kynna umhverfismatið og allt sem í því felst, þó við stiklum á stórum. Þannig að það svolítið tími að hérna áður en við getum farið að svara spurningum, en þið getið sett það inn á Slido strax. En næst það Bryndís Friðriksdóttir sem ætlar að segja okkur eitthvað umferðina á höfuðborgarsvæðinu. Gjörðu svo vel. Kæra þakkir. Já, ég ætla aðeins að fara yfir umferðamál á höfuðborgarsvæðinu og kem kannski inn á þann punkt sem Guðmundur Valur var að nefna. Okkur vegirn að velta Sundabrautinni fyrir sér. Vegagerðin veghaldari á umferðarþyngstu þjóðvegunum á höfuðborgarsvæðinu og þetta eru þessi stóri vegir sem eiginlega stór hluti af umferðinni fer dagstaglega. Ég ætla ekki að þylja það alla hérna upp en þeir eru hérna á skjánum. Árið 2019 að þá birti Vegagerðin sína hvernig við viljum að stofnveginir þróist hérna á höfuðborgarsvæðinu og erum að horfa til þess hvaða aðstæður við viljum bjóða á hverjum stað. Þetta var gert í framhaldi af svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins sem sveitarfélögin birtu og þarna birtist alveg skýr sýn Vegagerðarinnar á það að Reykjanesbrautin, Sæbrautin og tenging upp á Sundabraut á að vera þjóðvegur í hæsta flokki sem þýðir það að þarna á umferðin að renna nokkuð greiðlega fyrir sér og alla tengingar eiga að vera mislegar bæði fyrir bíla, gangandi og hjólandi. Við erum með í undirbúningi ansi mörg verkefni sem stuðla að því að ná þessari sýn og þarna sjáum við yfirlit yfir helstu stoppuða verkefni sem tilheyra samgöngusáttmálanum. Það mjög glöggt þarna að Reykjanesbrautin í forgangi hjá okkur. Hún að hluta til misla í dag með góðu flæði en það eru þarna verkefni sem styðja að þessari sýn sem Vegagerðin hefur og má það nefna lagfæringu Reykjanesbrautar í gegnum Hafnarfjörð þar sem á að skoða Lækjartorgið, gatnamótið við Kaplakrika og Álftanesveginn og gera það mislegt í frjálsu flæði. Eins gatnamótin á Reykjanesbraut á Bústaðavegi og svo endingu það Stokkur og Sæbraut sem leysir af 2 gatnamót á Sæbraut við Klessmýraveg og Súðavog. Og með þessum verkefnum og tilkomu Sundabrautar að þá erum við farin að sjá þennan ás í gegnum höfuðborgarsvæðið eftir Reykjanesbraut, Sæbraut og Sundabraut. En ef við veltum aðeins fyrir okkur hvernig umferðin hjá okkur í dag, þá eru hérna yfirleitt yfir umferðartölur fyrir árið 2024 og þetta eru tölur hversu marg ökutæki að fara viðkomandi snið á sólarhring. Og við sjáum ef við horfum á Reykjanesbraut og Hafnarfjarðarveg að það nokkuð áþekk umferð þar og hún dreifist nokkuð jafnt á þessa 2 ása, þess að tengja úthverfin inn á miðsvæðið. En umferðin töluvert meiri á Vesturlandsvegi í Ártúnsbrekkunni, en þetta eina tengingin fyrir þá sem að koma á austurhluta borgarinnar og inn í miðbæinn eða miðborgina. Með tilkomu Sundabrautar að þá erum við að búa til nýja tengingu til þess að komast í austurhlutan eða út fyrir höfuðborgarsvæðið. Samhliða því eru líka í undirbúningi ansi stór borgarþróuna verkefni. Þarna eru helstu svæðin sem verið undirbúa nýja byggð á og okkur telst til að inn í þessu séu 13.500 íbúðir í heildina sem ansi mikill massi og til viðbótar að þá eru fermetrar í atvinnu líka skipulagði þarna. Það því okkar sýn að Sundabrautin mikilvæg tenging til að færa umferð úr Ártúnsbrekkunni yfir á nýja tengingu og búa þar með til rými fyrir íbúa sem eru kannski nær Vesturlandsveginum til þess að geta áfram komist inn og út úr miðborginni. Ég ætla nú ekki að hafa þetta mikið lengra því ég veit að Andri ætlar að fara mjög greinilega í hvernig Sundabrautin breytir umferðarflæðinu á þessum áhrifasvæðum hennar. Takk fyrir mig. Já, takk fyrir það Bryndís. Þá var komið að Andra Gunnarsinni sem hjá Eflu verkfræðistofu sem eru
okkar aðal ráðgjafar í Sundabrautaverkefninu. Gjörðu svo vel, Andri. Já, takk fyrir Pétur. Það var fagmannlega gert. Já, sæl. Andri heiti ég, verkfræðingur á Eflu verkfræðistofu og ég ætla að fara aðeins yfir svokallaða framkvæmdarlýsingu Sundabrautar sem er unni á grunnurinn að umhverfismatinu að miklu leyti. Sundabraut, hún er í grunninn eins og Guðmundur Valur og Bryndís kom inn á áðan, ný stofnbraut frá Sæbraut upp á Kjalarnes. Þetta eru 2 akbrautir í hvora akstursstefnu og gatnamót eru almennt mislæg. Göng- og hjólastígar er einnig stór hluti af verkefninu og það er áhersla á góða tengingar við stofnstígakerfi höfuðborgarsvæðisins og aðskilda stíga í þá Sæbraut og Gufunesi og svo er þá áfram sameiginlegur stígur frá Gufunesi upp á Kjalarnes. Og það er allt upp með þessi upplýstu stígur alla leiðina. Í umhverfismatinu þá er framkvæmdasvæðinu skipt upp í 4 hluta og það er fyrst og fremst með það að gera að einfalda nálgunna við umhverfismatið, það sem þetta er mjög viðamikið framkvæmdasvæði. Hérna sjáum við 2 myndir sem sýna þá svona grunnvalkosti sem eru til skoðunar. Annars vegar það er að segja annað vinstra megin, það sem Sæbraut er það sem Kleppsvíkin er þverið með Sundabrún eða hægra megin það sem Kleppsvíkin er þverið með Sundagöngum. Þetta er svona grunnmunurinn á milli þess að tveggja valkosta sem hefur að skoða og svo er rauninni frá Gufunesi og norður eftir upp á Kjalarnes þá er lega Sundabrautar rauninni fast, það er engin valkosti þar til skoðunar og þannig sjáum við þessa hlutaskiptingu, það sem er bláu liturinn táknar á hluta 1 hana frá Sæbraut og áfram upp á Gufunes og svo er guli liturinn hluti 2, appelsíni guli hluti 3 og græni hluti 4. Og ég ætla að renna yfir þessa hlutununa í framhaldinu. Hluti 1 og byrjum við á að fjalla þessum Sundabrúna ef að hún verður fyrir valinu fyrir Kleppsvíkur. Þá eru fyrir Sæbraut og Gufunes í báðum tilvikum 3 mismunandi valkostir í boði til að tengja brúna saman hana yfir. Og þegar byrjum við að tala Sæbrautina þá er legan í plani mjög sambærileg fyrir alla valkostina en grunnmunurinn liggur þá fyrst og fremst á tengingu Sæbrautar og Sundabrautar sem getur ýmist mislæg eða í plangatnamótum og þá er einnig getur Sundabrú verið mishá og mislöng eftir valkostum og það er aðeins misjafnt hvernig hún tengist líka inn á hana Sæbrautina. Svo í Gufunesi þá er í grunninn aðalvalkostur framkvæmdar að fara beint yfir gamla urðunarstaðinn í Gufunesi og þá eru 2 tengingar við Grafarvog, annars vegar Hallsveg og hins vegar Strandveg Borgaveg og þá er einnig haldið inni 2 öðrum valkostum í Gufunesi sem við sjáum á 2 innfeldum myndunum þar sem að ef ekki fæst leyfi fyrir að vega gerð á gamla urðunarstaðnum þá er lagt upp með að fara út fyrir urðunarstaðinn á landfyllingum og þá ýmist á yfirborði eins og á efri innfeldu myndinni eða á í göngum eins og á neðri myndinni. Hérna sjáum við ásýndamynd og planmynd af hvernig gatnamótin í Sæbraut getur litið út fyrir aðal valkost framkvæmdaraðila. Þannig er Sæbrautin í stokk undir gatnamót Sundabrautar og Sæbrautar og Sæbrautin og Sundabrautin tengist og inn á ofan á hana og svo í sikkur áttina eftir Sæbraut. Og þannig að sjá einnig það er áhersla á aðskilda göng- og hjólastíga sem tengjast á stofnstígakerfi höfuðborgarsvæðisins. Þannig að kemur á stofnstígurinn vinstra megin með Sundabrautinni og þverar hann undir með mislægri þverun og áfram svo hinum með hann að austanverðu fyrirgeðið til norðurs. Já, kannski á þessari litlu myndinni þá sjáum við akkurat að bleiku línuna táknaða hjólastígakerfið svona til upplýsingar á að sjáum það aftur hana áherslan á að mislæga þverunni þar allstaðar. Í Gufunesi þá sjáum við hérna á efri myndinni dæmi niðri gatnamótin sem lagt upp með og þau tengjast einnig fyrir aðalvalkostin beint inn í Gufunes hverju líka. Þannig áfram áhersla á aðskilda göng- og hjólastíga myndið á hverfa aftur á myndinni til hægri hana. Það sjáum við stígana merkta með bleikum lit og þá er hann að stómstígu með fram ströndinni aðskilin og svo það á
einnig að þveranir, mislega þveranir á göngubrú eða undirgöngum undir Sundabrautuna til að tengja saman á Grafarvoginn og Gufunesið. Eins og við komum inn áðan þá getur brúin verið aðeins mislöng og mishá, en svona grundvallarmunurinn á milli þeirra brúar og valkosta sem verið að skoða snýra hæðinni, og það hefur með það að gera að fyrir 12 metra, fyrir brú sem lægri, sem þá bara 12 metra siglingarhæð, og þá inni leggst af skipa komur innan brúarinnar og sá viðlögukantur, en fyrir hærri brúna sem það með hærri og breiðari siglingarennu 30 metra hári og 90 metra breiðri, þá verður inni lokar ekki viðlögukanturinn, það verður ennþá notaður fyrir allavega skip upp á ákveðinni stærð, þannig að það á meiri áhrif á lægðibrúnni á hafnarstaðsemina. Hérna sjáum við aðrar ásýndamyndir frá brúnni sem að taka þá tekin frá Gufunesvegunum og inn til vestus í átt að Reykjavík, þar sem brúin tengist inn á Sæbraut. Og hér svona mynd sem sýnir á dæmum langsnið í brúna og svona líkana mynd. Þetta á lengri og hærri brúin sem á aðra valkostur framkvæmdur aðla í umhverfismatinu, og hérna hún tæpi 1200 metra lengd og grunduð á hana á stöðurum á hana berggrunnin, í rauninni þekkta lausni frá Skandinavíu sem við erum að nota hér. Fyrir þá Sundagöng í hluta 1 þá erum við Kleppsvík með göngum en ekki brú. Ólíkt brúhólastunum þá aðeins einn valkostur til skoðana hér, og það hefur fyrst og fremst að gera það að það er mjög miklu skorður á því hvernig hægt að tengja gönginu öllum endum. Það eru urðunarstaðurinn í Gufunesi, það mikil þrengsli í Sæbraut, það lóðið sem liggja þétt upp að og gatnamót og fleira, þannig að það er mikla skorður á því, þannig að það ekkert mjög mikið að velja að koma upp, og þá komum við upp í rauninni í Laugarnesi til norðurs eftir Sæbraut. Já, og svo koma þau til söðurs, þá tengjast þau hana fyrir. Já, Pétur í smá vandræðum hérna, hann já, allt góð, við höldum áfram. Já, afsakið, hvert er komin, já, við erum að tala tengingunum við Sæbrautarstokk. Gánamuninn tengist til söðurs inn á fyrirhugaðan Sæbrautarstokk, sem á framlengdur inn að Holtavegi, og göngin tengjast ofan í hann til söðurs. Og svo upp í Gufunes, þá koma göngin upp cirka í Gufunesi til móts Veiðsvík. Og ólíkt kannski brúhólastunni þá var aðeins ein tenging við Grafarvog fyrir gánallausnina, en eins og við sáum áðan fyrir Brynjar þá voru 2 tengingar við Grafarvog. Hér aðeins ein tenging í norðanverðu við Grafarvogi við Strandi og Borgarveg. Og einnig þetta minnast á það að varandi göng og hjólastíga, þá var alltaf að fara gangandi og hjólandi ekki í jarðgöng, þannig að fyrir gánallausnina þá rauninni ekki bein þverun yfir Kleppsvíkina fyrir þann ferðahóp, heldur þarf hann áfram að fara þá Gullinbrú og Geirsnefið svipað og í dag, sem svona grundvallar munurinn kannski á þessum lausnum ef við horfum á tengingar og gangandi og hjólandi. Og til að útskýra svona aðeins í einföldu máli ástæðuna fyrir því að það ekkert endilega einfalt að tengja jarðgöng. Við erum að fara undir Kleppsvík og við erum að fara hon í berggrunnin, og það eru kröfur bergþekjur og fleira sem þarf að uppfylla, sem er búið að ákvæða þarna séu 30-40 metrar. Það er eftir að bora aðeins meira annað mögulega ef að þessi lausn er valin. En þá erum við að fara hana í cirka -80 metra undir sjávarmál, og svo þurfum við að koma okkur upp aftur með ásættunum halla, og þá verður vegalengdi mjög löng þegar þú koma úr -80 metrum og upp kannski í +10. Þá hliðraðarinn 110 metra í hæð, og það kostar vegalengd, og það stýrir að miklu leyti líka hvar göngi kom upp, og maður þarf töluvera vegalengd til að koma sér upp á yfirborðið aftur. Og það neðra sem bindur mjög líka það af hvar gangnamunir geta komið upp og einst á tengingarnar. Hérna sjáum við á dæmum ásýnd af gangnamununum, annars vegar í Laugarnesi, þar sem að göngin kom upp til norðurs eftir Sæbraut, og svo hinum megin þar sem þannig sjáum við gatnamótið við Holtaveg, þar sem að framlengdur Sæbrautarstokkur kemur upp til móts við Holtaveginn, og gangnamunin tengist inn í þennan fyrirhugaða stokk í rauninni.
og einnig eins og fyrir göngin þá einnig áhersla á að leysa gangandi og hjólandi. Þannig Sæbraut gert með svipuðum hætti með mislægum þverunum fyrir gangandi og hjólandi á stígakerfinu í Reykjavík. Í Grafarvogi þá sjáum við hérna hvar gánamunin kemur upp til langlegin út í Eysvík og gatnamótin við Grafarvog á mislæg hana við Borgarveg og Strandveg. Þannig eins og fyrir brúna áhersla á að leysa göngustígamálin með aðskildum stígum á stómstígakerfinu og svo sameiginlegum stígumanna sem þverað á Sundabrautinu með mislægum þverunum til að tryggja umferðaröryggi þessa ferðahóps líka. Svo við færum okkur áfram norður eftir brautinni. Þá færum næst frá Gufunesi og yfir Geldinganes í svokölluðum hluta 2. Hún þverar Eysvík á landfyllingum og stuttum brúm og fer yfir Geldinganes í skeringu, 10-20 metra skeringum. Það lagt upp með ein gatnamót á mislæg gatnamót á miðju nesinu. Einnig eru til skoðunar að hafa tvenn gatnamót sikkur á miðju nesinu sem þá í samræmi með gildandi aðalskipulag. Þannig líka sjáum við litasvæði. Það táknar rauninni það að það haldið inn í möguleika hliðrun til vesturs og það þá í samræmi við Reykjavíkurborg til að reyna að halda sem mestum möguleikum opnum á framtíðar uppbyggingar áformum í Geldinganesi sem Reykjavíkurborg hefur svona verið það hefur verið umræðin eins og öll vitum undanfæri misseri. Þannig áfram lagt upp með sameiginlegan göng- og hjólastíg meðfram brautinni. Þannig sjáum við dæmum líkana mynd uppi þar sem við sjáum dæmum hvernig gatnamót mislæg gatnamót gætu litið út á miðju Geldinganesi og að neðan ásýndamynd tekna til norðurs frá Gufunesi yfir Eysvík og áfram upp í Geldinganes. Í þriðja hluta þá þverum við Leirvog á landfyllingum og 200 metra brú í miðjum voginum. Svo eru stuttar brýr í Gunnesinu þar sem brautin kemur í land til að viðhalda fjörinu og ásýndinu þar. Veglina fer svo yfir Gunnes, sirka eftir miðjunesinu og er þar mjög bundin af fornleifum og skipulagsmálum í rauninni á þessu svæði sem að þar lenda ekkert mjög mikið margir valkostir í boði. Það er lagt upp með ein mislæg gatnamótana sirka til móts við lóð Björgunar og þá er áfram hana sameiginlegu göng- og hjólastígur hana meðfram brautinni miklu hluti. Hérna sjáum við á dæmum ásýndamynd sem að tekið frá Álfsnesi og sögur eftir Gunnunesi og hana Geldinganesi í fjarska. Í síðasta hlutanum þá fer Sundabrautin þannig í gennum lóð Sorpu gennum miðjalóð Sorpu og svo í skeringu út í Kollafjörð og þverar þar Kollafjörðin á landfyllingum og 80 metra brú og tengist á núverandi Vesturlandsveg hana við Leiðhamra. Núverandi Vesturlandsvegur áður var hugmyndin að færi á mislægum gatnamótum sama við Sundabrautina en það var unni horfið frá því núna í þessum fasa verkefnisins, ekki talið þörf á því með við umferð og forsendur og núverandi Vesturlandsvegur sem verður á vegur Kollafjörð í framtíðinni með að tengjast inn á Vesturlandsveginn við á nýja hringtorginu við Móa á Kjalarnesi sem við sjáum hann efst á myndinni. Þannig sjáum við aftur litasvæði þar sem er lagt upp með möguleiki sjá hlýðra brautinni og það er gert með það í huga að geta haldið í klettabelti fyrir botni Djúpuvíkur sem er viljið til að gera. Áfram er það áfram með sameiginlegu göng- og hjólastígur meðfram brautinni og hann tengist þá inn á stígakerfið eða það er samkvæmt aðalskipulagið þá er stígakerfið fyrirhugað á Kjalarnesi eða allavega teiknað inn á aðalskipulagið og hann er að hugsa að geta tengst inn á það til framtíðar í rauninni. Já, þá er rauninni minni kynning lokið. Takk fyrir. Takk fyrir það, Andri. Við höldum áfram og fáum næsta fyrirlesara og það er hún Ragnhildur Gunnarsdóttir sem ætlar að tala meira niðurstöður umhverfismatsins og ég ætla að minna ykkur á að setja inn spurningar á slætt og þeir sem eru að horfa á okkur í streymi og hafið áhuga að fá svo við ykkar spurningum. Ragnhildur, gjör svo vel. Já, komið sæl. Svona, máttalega standa þarna, græskileg.
Við komið sæl, ég heiti Sestra Ragnhildur og ég umhverfisverkfræðingur hjá Eflu og hef haldið utan vinnuna við þetta umhverfismat. Ég ætla að fara yfir svona valdar niðurstöður umhverfismatsins. Það liggja náttúrulega allar fyrir í umhverfismatsskýrslu og samantektarskýrslu sem hefur verið gefin út og svo hefur verið sett á í loftið vefsjá fyrir umhverfismatið. Þannig að það er hægt að skoða niðurstöðurnar nokkuð víða. Rétt aðeins bara varðandi svona helstu forsendur í umhverfismatinu. Það kemur svolítið líka inn á það sem Andri Rafn mun kynna fyrir ykkur eftir varðandi umferðarútreikninga. Það er í umhverfismatinu ekki reikna með áhrifum gjaldtöku í útreikningum á áhrifum Sundabrautar á umferðarflæði. Og tengist kannski svolítið því að við erum alltaf í umhverfismatinu að reyna að svona reikna út mestu mögulegu áhrif, mislæg gatnamót í stað plangatnamóta, svo dæmi sé nefnt. Og við vitum þá bara að ef að á seinni stigum er tekin ákvörðun að minnka umfang valkosta og lausna þá vitum við að áhrifin af samanskapi eru þá minni. Svona smá ábendinga eins varðandi framsetningu og niðurstöðum, þær eru ekki alltaf sýndar með áhrifum mótvægisaðgerða, það er aðeins misjafnt og en þetta er alltaf útskýrt í skýrslunni á viðeigandi stöðum. Við erum að reikna með því að það verði ráðist í allar framkvæmdir samgöngusáttmálans í útreikningum á áhrifum á umferð og við erum sömuleiðis að reikna með að þróun íbúa og byggðaverði samkvæmt aðalskipulagi og svo er horft til umferðarspár fyrir 2040 varðandi bæði magn og samsetningu umferðar í öllum útreikningum í umhverfismatinu. Nú núllkosturinn hann gilda bara alveg nákvæmlega sömu forsendur, við erum alltaf að bera okkur sama við núllkost hvernig verður ástandi 2040 með og án Sundabrautar og núllkosturinn er þá í raun bara ástandi árið 2040 án Sundabrautar en annars bara sömu forsendur varðandi íbúa og byggðaþróun og allar framkvæmdir samgöngusáttmálans verði framkvæmdar. Þetta eru umhverfisþættirnir 17 sem voru til skoðunar og þeir voru valdir í samráði við Skipulagsstofnun og lögbundna umsagnar aðila umhverfismatið og ég ætla að fjalla nokkra af þessum þáttum á næstu svona cirka 10-15 mínútum. Þetta eru svona heildarniðurstöðurnar fyrir umhverfismatið þar sem að svona græni liturinn hann sýnir hvar við erum að sjá fram á jákvæð áhrif, við erum annars vegar með þarna áhrif á rekstrartíma sem er merkt með X og svo erum við með áhrif á framkvæmdatíma sem er með stjörnumerktum X-um. Svona heilt yfir þá erum við að sjá jákvæð áhrif á umferð og umferðaröryggi og á byggðaþróun en Andri Rafn ætlar að koma betur inn á það á eftir, þannig að ég ætla í raun ekkert að fjalla neitt umferðarmálin. Neikvæð áhrif eru frekar að koma fram á til að mynda menningaminjar þótt að við séum eins og Andri Gunnarsson kom inn á áðan að það er mjög svo tekið tillit til allra fornminja á Gunnunesi. Brautin er alveg fastlögð þannig að hún raski þeim sem allra minnst en svo eru svona neikvæð áhrif annars heldur að koma fram á náttúrufarsþætti þar sem þá eru settar fram mótvægisaðgerðir þar sem það er mögulegt. Fyrsti umhverfisþátturinn sem ég ætla svona beina sjónum ykkar að, það er loftslag eða kolefnisspor framkvæmdarinnar. Við gerðum þessi kort svona fyrir alla þessa umhverfisþætti, þetta sýnir í raun og veru bara framkvæmdasvæði Sundabrautar og svo það svæði, hvítiflákin sýnir þetta svæði sem þá var tekið til skoðunar fyrir viðkomandi umhverfisþátt. Niðurstöðurnar eru þær að kolefnisspor Sundabrautar með Sundagöngum, það er hærra en kolefnisspor Sundabrautar með brú Kleppsvík. Svona að bera þetta saman þá tekur 30-45 ár að jafna út kolefnisspor Sundabrautar með brú en 60-70 ár verður hún útfærð með göngum. Mótvægisaðgerðir svona á sviði loftslagsmála, þær eru nokkrar dæmi nokkrar af þeim eru hagræðing í efnisnotkun að hún verði viðhöfð og endurnýting byggingarefna eins og hægt er og svo lágmörkun efnisflutninga og það er fjallað ítarlegar allt þetta í skýrslunni. Og hljóðvistamálin, það var í raun sama rannsóknarsvæði þar, við vorum að
reiknuðum út áhrif Sundabrautar á hljóðvist á allri brautinni og svona í stuttmáli sagt þá eru áhrifin þau eru misjöfn eftir því hvað hverfi við erum, hvort við erum í Laugardal eða í Grafarvogi. Íbúum sem að búa við hljóðstig yfir viðmiðunarmörkum reglugerðar hávaða sem viðmiðunarmörkin eru 55 decibel. Þeim á eftir að fjölga í Grafarvogi miðað við það sem yrði árið 2040 við 0 kost. En þeim á aftur á móti eftir að fækka í Laugarnesi og Vogahverfi samanborið við 0 kostin árið 2040. Það eru aðeins varðandi mótvægisaðgerðirna, það eru meiri áskoranir varðandi mótvægisaðgerðir í Laugardalnum, hreinlega út af plássleysi sumstaðar. Þannig að það er ekki allstaðar hægt að koma við hljóðmönnum og hljóðveggjum á þeim svæðum. Þannig að það þarf líka að grípa til byggingatæknilegra lausna þar til þess að ná hljóðstigi niður. En í Grafarvogi er þetta ekki talið verða til neinna vandræða. Nú svo eru áhrifin annars óverulega á hljóð vegna Sundabrautar á hlutum 2 til 4, þar að segja frá norðurhluta Gufunes og upp á Kjalarnes. Loftgæðin þau voru reiknuð út í áhrifaloftgæði voru reiknuð út í þar til gerðu líkani og það sama á við hljóðvistina. Glemt að nefna það hér áðan. Þarna voru við hins vegar eingöngu, það voru ekki reiknuð út áhrif á þessum hlutum 2 til 4 sem ég nefndi áðan, heldur eingöngu innan þeirra svæða þar sem er með þétta byggð í Laugardal og Gufunesi og Grafarvogi. Niðurstöðurnar eru þær að svona heilt yfir þá eru meiri áskoranir við, það er helst við gangamunna og stokkamunna sem við erum að sjá að við erum að fara yfir reglugerðarmörk hvað loftgæði varðar og þar þarf að grípa til mótvægisaðgerða bæði fyrir sundagöng og ef að stokkalausnir verða hluti af endalegri útfærslu þá þarf að grípa til aðgerða líka þar. En loftmengun svona fer ekki yfir leyfileg mörk við Sundabrú nema bara rétt við þá veginn sjálfan og svona veghelgunarsvæði. En eins og ég segi mótvægisaðgerðir þá nauðsynlegar við ganga og stokkamunna og það er líka mælst með því að loftgæði verði vöktu bæða framkvæmda á rekstrartíma í byggð á þeim svæðum þar sem það er fyrirhugað að hafa stokka og göng. Rétt aðeins vegna varðandi Gufuneshaugana, aðalvalkostur vegagerðarinnar er að fara þarna þvert yfir Gufuneshaugana í framhaldi þá af Sundabrú. Göngin kæmi upp í norðanverðu Gufunesi þannig að við höfum ekki þurft að í raun meta áhrifin af þá gangagerðinni hvað varðar öryggi og áhrif á öryggi vegna Gufuneshaugana. Þar eru við fyrst og fremst að horfa á gasmengun en líka jarðvegsmengun. Þar eru fyrirhugaðar umtalsvert mikla rannsóknir á svæðinu til þess að kortleggja betur gasstreymi á svæðinu og mögulega jarðvegsmengun. En við erum að horfa til þess að ef að, eins og Andri Gunnarsson kom inn á áðan, ef ekki verður hægt að leggja veginn yfir haugana, þá verður hægt að fara vestan við þá eða í stuttum göngum undir. Þannig að það er niðurstaða umhverfismatsins að það verði hægt að byggja vega á þessu svæði með óverulegum áhrifum á umhverfi. Það eru líka aðra mótvægisaðgerðir til skoðunar heldur en að fara vestan við eða undir haugana. Það hefur líka komið til skoðunar að notast við léttar vegbyggingar sem í raun hafa sýnt sig að vera þá léttari heldur en jarðvegshulan sem er nú þegar yfir haugunum er. Þannig að þetta er talið gerlegt að leggja Sundabrautu þetta svæði án þess að umhverfinu stafi ógn af. Hafstraumar og öldufar og setflutningar, þetta voru ansi umfangsmiklar rannsóknir sem voru unnar þarna og það var verkfræðistofan Vatnaskil sem að sá þessar rannsóknir og þið sjáu svæðið þarna sem var tekið til rannsókna. Það var alveg sérstök áhersla lögð á Leiruvoginn og áhrif brúargerðar yfir Leiruvog var tekin sérstaklega fyrir. Helstu niðurstöður eru að það er helst í Leiruvogi sem að áhrifa mun gæta. Þar gæti orðið botnrof og setmyndun þar að leiðandi það á fjörusvæðum
og aukin straumhræði getur orðið þá í brúarópum. Það verið að miða við, Vegagerðin að miða við að það straumhræði brúarópum sé 1 metri á sekundu og útreikningar sína, það hægt að vera undir því eða í kringu það viðmið miðað við þessa stærð á fyrirhuguðum brúm. Það óvissa aðeins varðandi gruggmyndun, það alveg ljóst að það verður gruggmyndun vegna brúargerðar og fyllinga, ekki bara í Leiruvogi heldur á öðru svæði líka þar sem við erum að þvera hafsvæði, en hversu lengi hún kemur til með að vara, það er aðeins óljóst og þess vegna talað að það sé óvissa þarna við nokkra umhverfisþætti sem verða fyrir áhrifum brúargerðar. En það lagt til að fara út í þá frekari rannsóknir bara á meðlans á efnisgerð í brúarstæðum og svo vöktun á framkvæmd og rekstrartímar og nokkru þáttum eins og botnbreytingum og svo að meta svolítið betur mögulega viðbragðsaðgerðir við botnrofi. Og það hefur verið til skoðunar og til umfjöllunar í skýrslunni, en þetta svona aðgerðir sem að kannski þyrfti að leggja frekara mat á. Svo langaði mig aðeins að fara inn á svona nokkra náttúrufarsþætti, fiska og önnur sjáardýr. Það var Hafrannsóknastofnun sem að sáum þær rannsóknir og þar var far- og búsvæðanotkun gönguseiða, laxfiska og sjóbreytings úr Elliðánum og Leirvogsá og Úlfarsá. Það var úr gerðar talningar og fylgst með þeirra fari. Og helstu niðurstöður eru þær að aukin straumhræði í brúarópum, hann geti haft áhrif á gönguseiði á ákveðnum tímum, svona við ákveðin skilyrði og sömuleiðis á þorsk í Kollafirði. Seltustig hins vegar ekki talið verða fyrir neinum áhrifum út af Sundabraut og það jákvætt fyrir fisk. Og aftur óvissa þessa gruggmyndun, hversu lengi hún kemur til með að vara, því hún getur auðvitað haft áhrif á fiska. Nú það hefur verið lögð til vöktunar áætlun af Hafrannsóknastofnun fyrir bæði lax og nytjafiska á framkvæmda og rekstrartíma og svo hefur verið lagt til að gera frekari seltumælingar, þannig að þarna svona strax búið að leggja til ákveðnar aðgerðir til þess að fylgjast með. Og það var aðeins varðandi fuglalífið, það var Jóhann Óli náttúrufræðingur og hans samstarfsmenn sem að tóku út fuglalífið. Það voru gerðar talningar bæði að hausti og vori og varpfuglatalningar að sumri. Og helstu niðurstöður eru þau að Sundagöng, ef við horfum til Kleppsvíkur, þar eru þau talin hafa minni áhrif heldur brú. Það verður auðvitað svo bara almennt í vegagerðarverkefni, það verður varlegt rask á búsvæðum fugla sem fara undir veg. Leiruvogurinn svona kannski, það var svona ákveðið fókus á það svæði líka í fyrir þennan umhverfisþátt. Þar eru mikilvæg búsvæði fugla og ef það verða neikvæð áhrif á leirur þá getur það líka haft afleitt áhrif á fugla. En aftur þarna þessi sama óvissa, hún svolítið gegnum gangandi fyrir fleiri umhverfisþætti varðandi gruggmyndun. Þarna sömuleiðis hefur verið lögð til vöktunar áætlun líka fyrir fuglalíf sem ætti þá að hefjast strax á framkvæmda tíma og halda áfram á rekstrartíma. Og svo mælst í þess að það sé þá tekið tillit til fuglalífs við hönnun brúa og við hönnun á lýsingu brúa sömuleiðis. Náttúruminjar og verndarsvæði. Sjáum við bara kort af framkvæmdasvæði Sundabrautar og svona helstu verndarsvæðum sem eru í námunda við framkvæmdasvæðið. Við sjáum Blikastaðakró og Leiruvog sem friðlýst svæði og svo strönd Geldingarnes hverfisvernduð og það eru þarna fleiri svæði, en Sundabraut ekki að fara inn á nein friðlýst svæði eða inn á svæði sem njóta sérstakra verndar, en getur auðvitað haft áhrif á þessi svæði ef að verða breytingar á straumum og á leirum og slíku. Helstu niðurstöður eru að Sundabraut kemur þarna til með að þvera hluta af strönd Geldingarnes sem þarna, eins og ég sagði áðan, hverfisvernduð og svo geta orðið breytingar á hafstraumum og leirum, þannig að það getur orðið áhrif þá á Leiruvog og Blikastaðakró.
Mótvægisaðgerðir og vöktun fyrir þessa þætti eru bara þeir sömu í raun og eru settir fram fyrir þá fjölmörgu þætti sem snerta þessi svæði. Það eru bæði menningaminjar og það eru mótvægisaðgerðir vegna fuglalífs og fiska og ýmissa annara þátta. Nú næst það þá landslags, áhrif á landslag og ásýnd. Þetta þessi hvíti hringur sýnir það svæði sem var tekið til skoðunar í landslagsgreiningu sem að Efla vann vegna Sundabrautar. Punktarnir þarna í námynda við framkvæmdasvæðið sýna þá staði þar sem voru tekna myndir og þaðan voru síðan einnig, á þessu svæðin voru líka gerða þá ásýndamyndir og niðurstöðnar þær eru þær að ef við horfum til þverun á Kleppsvíkur fyrst að það verði óverulega áhrif af Sundagöngum, það eru koma hann ný mannvirki í Sæbraut en í Kleppsvík þá eru áhrifin óveruleg, þau eru þá heldur meiri af lægri brú og mest eru áhrifin af hærri brú. Sést lengst að og það svona kannski mesta breytingin. En aðri hluta Sundabrautar eru taldi valda svona nokkur neikvæðum áhrifum á landslag og ásýnd. Þar eru við þetta hluta líka fara þegar röskuð svæði en einnig óröskuð svæði og mikilvæg útivistarsvæði. Mótvægisaðgerðir þarna, þær eru svona kannski bara svolítið svona almenn atriði sem að Vegagerðin almennt svona viðhefur í sínum verkefnum, að mannvirki falli eins vel á landi og kostur og að það verði hugað vel á frágangi. En svo líka hefur tekin ákvörðun það að verði brú fyrir valinu, fyrir þverun Kleppsvíkur og þá verði hún sett í hönnunarsamkeppni. Það fer svona að líða undir lok þessar kynningar hjá mér en mér langaði aðeins að koma inn á áhrif Sundabrautar á útivist. Við erum með nokkur útivistarsvæði þarna og svona nokkur af þeim eru til dæmis að Snarfari með sína starfsemi innan við fyrirhugað þverun Kleppsvíkur. Kajakklúbburinn með sína starfsemi við Eiðsvík og svo eru opið svæði á Geldinganesi og útivistarsvæði þetta líka á Gufunesi og þar fjörur þar. Nú svo eru við þetta með þetta vinsæla útivistarsvæði og fuglaskoðunarsvæði í Blikastaðakró og Leiruvogi. Og svo sjóstangaveiði líka í Kollafirði og þetta svona hluti af þeim svæðum, útivistarsvæðum sem eru í námynda við framkvæmdasvæði Sundabrautar. Niðurstöðurnar, þær eru í raun bæði neikvæðar og jákvæðar. Við erum að meta áhrifin þannig að með bættu stígatengingu þá séu áhrif Sundabrautar og útivist mjög jákvæð en hins vegar þá eru þeir líka neikvæð því það eru opin svæði sem að fara undir veg. Við erum að breyta ásýnd á þessum útivistarsvæðum. Við Eiðsvík eru mögulegar breytingar á hafstraumum og þá sem getur haft áhrif á kajakræðara og eins getur Leiruvogur orðið fyrir áhrifum eins og ég kom inn á áður. Þannig að það eru svona þessi neikvæðu áhrif en jákvæðu áhrifin eru vissulega þau að það verið að bæta stíga tengingar á milli þessara svæða. Og svo bara í lokin þá vil ég bara minna á að kynningatímabil umhverfismatsskýrslunnar til 30. nóvember og það eru öll hvatt til að setja inn skriflegar umsagnir og öllum skriflegum umsögnum svarað af Vegagerðinni og verður hluti bara endanlegum gögnum umhverfismatsins. Og það hægt að senda umsagnir í gegnum skipulagsgáttina eða með tölvupósti til skipulagsstofnunar. Og það hægt að nálgast gögn bæði skipulagsgáttinni en eins hægt að nálgastu öll inn á vefnum sundabrautin.is og þar eru líka tenglar inn á vefsjá umhverfismatsins og inn á samgöngu vefsjá sem hefur verið útbúin. Og þá þakka ég bara fyrir mig. Takk fyrir það, Ragnhildur. Það alveg að gera að hvetja ykkur til þess að einmitt að skila hinn umsögn, hvort það eru jákvæðar eða neikvæðar, en allavega að leggja fram spurningar þar og fá þá svör fyrir þeim. En næstur á dagskrá Andri Rafn Jómann og hann ætlar að tala umferðaröryggi og mótvægisaðgerðir. Það er það ekki? Jú, það fyrir. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Já, ég heiti Andri Rafn og samgönguverkfræðingur
verkfræðingur hjá Öflu og hefur verið hluti af þessu teymi hjá þeim sem hafa verið unnið þessar samgöngugreiningar sem snert á umferð öryggi ásamt fleirum. Ég ætla líka að nýta tækifæri og benda á þetta ítarefni. Það er þessi samgöngugreining sem viðauki við umhverfismatsskýrsluna, þar sem farið ítarlegra í þetta og ég ætla þó ég ætla að fara aðeins kannski meiri nákvæmni en hefur verið gert í þessu umferðarmál, þá erum við að stikla á stóru og það hefur verið lítið til ýmissa mála. Fókusin í þessum greiningum hjá okkur bara í samræmi við mat á umhverfisáhrifum, þar sem við erum á svona nokkuð stórum skala. Við erum nokkuð hátt uppi að horfa á áhrifin og við erum bæði að meta áhrifin af framkvæmdinni en kannski ekki síst að bera saman valkosti og fara yfir það. Þannig að það allar forsendur og aðferðafræði og helstu niðurstöður í þessari skýrslu. Svo líka eins og Ragnhildur var að koma inn á sérstök svona umferðar vefsjá í rauninni. Það sem hægt að þýsja inn og leika sér að skoða í rauninni umferð allstaðar, akandi umferð fyrir alla valkosti og sviðsmyndir umhverfismatsins og náttúrulega bara benda ykkur á það. En ég ætla sem stóru dráttum að bera saman í rauninni þennan núllkost og Sundabraut, framtíðarástand með og án Sundabrautar, svo líka að skoða brú og göng samanburð á því og enda kannski að fara aðeins inn á þessar innanhverfis umferð og mögulega mótvægisaðgerðir og þess háttar sem hefur verið svona töluvert til umfjöllunar, sérstaklega í þessum kynningafundum sem hafa átt sér stað undanfarið. En að sjá þessu myndir eins og Ragnhildur var að fara yfir nema fyrir þennan umhverfisþátt umferð öryggi og í rauninni erum við að skoða frekar stórt svæði eða allt höfuðborgarsvæði sem hvíta flákinn og svo framkvæmdasvæðið sem gula. Þetta svæði er skilgreindur í samræmi við samgöngulíkan höfuðborgarsvæðisins sem alltaf að horfa kerfislegt á umferðarmál og tekur tillit til alls höfuðborgarsvæðisins og nýtist þannig einkaaðilar sem bera saman valkosti eins og markmið vinnunar á þessu stigi. Langar að benda á einhverjum tilfellum lítið lengra eins og varðandi íbúa byggðaþróun og áhrif samgangna milli Akraness og Vesturlands og mögulega fólkflutning og annað og það sett í samhengi við niðurstöðunar innan höfuðborgarsvæðisins, þannig að kannski einskorast ekki við þetta svæði. Eins og Ragnhildur kom líka inn á og fleiri, það náttúrulega þessi umferðargreining svolítið forsenda líka inn í aðrar vinnu umhverfismatsins og nýtist til dæmis í að meta hljóðvist og loftgæði og þess háttar. Og eins og áður við líka komum fram þá erum við alltaf ekki ráð fyrir að það sé ekki gjaldtaka sem þá bara í samræmi við markmið mat á umhverfisáhrifum að reyna að skoða þá sviðsmynd sem hefur hvað mest áhrif fyrir með sér sem þá að Sundabraut til sín sem mesta akandi umferð. Í umferðargreiningunum fjallað svona nokkuð almennt áhrif gjaldtöku samgönguframkvæmda og hvernig það hefur áhrif bæði þá á ferðamátaval og leiðaval og þess háttar og verður náttúrulega eflaust skoða betur eins og í samhengi við viðskiptaáætlun og fjármögnun verkefnisins og þess háttar. En ef við byrjum þá bara á þessum samanburði í rauninni þá á framtíðarástandi með og án Sundabrautar, núllkosturinn sem þá í rauninni þróun samgöngu og byggðar á höfuðborgarsvæðinu til 2040. Þess að allar aðalskipulagsáætlanir sveitarfélaga tekna þar inn í og spá íbúa þróun höfuðborgarsvæðisins og einnig samgöngusáttmáli sveitarfélaganna og ríkisins. Þá sjáum við það að Sundabrautin dregur úr eknumkílómetrum, sem sagt minnkar akstur, styttir ferðir og hún dregur einnig líka úr ferða og tafatíma akandi umferðar, þannig að heildarferðatími akandi umferðar á höfuðborgarsvæðinu er að styttast með Sundabraut í samburði við núllkost og hvort það sé í göngum eða brú, en á sama tíma erum við að fjölga akandi ferðum, þannig að það er fýsilegra að keyra, þannig að við erum að sjá að það fjölgar þeim sem akar færri ökutæki í kerfinu og sama tíma það fækkar ferðum sem eru farnar með öðrum ferðamátum, bæði almennum samgöngum og svo virkum ferðamátum eins og hjólandi. Framkvæmdin mun koma til með að draga úr og dreifa álagi á stofnbrautakerfið höfuðborgarsvæðisins eins og við sáum í Ártúnsbrekku og Vesturlandsvegi. Ég sýndi betur á kortum á næstu glæru, en þetta er kannski samræmi líka sem Bryndís fór yfir áðan með þessa svona megin ása og þennan vestur-austur ás og höfuðborgarsvæðinu þar sem öll umferð í dag mestmegnis leitar Ártúnsbrekkuna. Sundabraut áháð fyrirkomulega til að bæta umferðaröryggi. Þetta er svona niðurstöður kerfisgreininga sem sýnir rauninni það að við erum að færa akandi umferð á öruggari innviði. Þetta er tilfærsla umferðar. Við erum til dæmis að stærri hluti kerfisins með aðskildar akstursstefnu sem hefur mikil áhrif á umferðaröryggi og annað og einnig færri eknir kílómetrar sem leiðir helst að hluta til í hendur við bætt umferðaröryggi.
Framkvæmdi stytti ferðutíma til nærliggjandi byggðarkjarna svo sem Akraness og Vesturlands. Greiningar hafa sýnt svona jafnaði sé 10-15 mínútur sem verið að stytta þennan aksturstíma og þá meira á annað tímum en utan. Greiðir líka leiðin milli hafnarsvæðisins í dag við Sundahöfn og annað til Vestur- og Norðurlands og það líka einmitt unnar greiningar á svona ferðatíma sparnaði á mismunandi stöðum á þessum svæðum og búið þá saman við raungögn í dag. Og svo í rauninni varandi stígatengingar, það samhliða brú gert ráð fyrir nýri tengingu, stígatengingu milli Gufuness og Reykjavíkur sem er ekki gert í hérna göngum en við komum betur að samanburða þeirra eftir. Og í rauninni býr Sundabraut til tækifæri til þess að búa til nýja leiðir almenningssamgangna á milli þessara hluta höfuðborgarsvæðisins. En ég taka líka fram að hingað til hefur ekki verið gert ráð fyrir þessum umferðargreiningum að sé almenningssamgöngur sé að nýta sér Sundabraut sem getur líka haft áhrif á ferðamátaval og þann fjölda ökutækja sem við sjáum að að fara að nýta sér Sundabraut í þessu verkefni. Það hins vegar bara ekki legið fyrir forsendur eða slíkt til að setja það inn. En þá þetta hérna kort sem ég var að tala sem sýnir þá rauninni þessar svona tilfærslu umferðar. Þetta eru svokölluð mismunarkort, þannig að rauði liturinn að sýna aukna umferð, akandi umferð, sem fleiri ökutæki og grænur að sýna fækkun ökutækja og hérna hægra megin erum við að sjá brú og vinstra megin erum við að sjá göng og svona þegar við horfum á þessum skala erum að taka höfuðborgarsvæði svona stór hlutar höfuðborgarsvæðis í hérna eitt kort þá sjáum við að áhrifin eru sambærileg. Þá erum við að sjá það að þetta er verið að minnka umferð Ártúnsbrekku og hérna alveg til og með Miklubraut á suðurhluta Sæbrautar og hún er að aukast á auðvitað nýju Sæbrautinni og Sundabrautinni og norðurhluta Sæbrautinnar og tengingum við Sundabrautina. Og hérna er náttúrulega verið að gera ráð fyrir framtíðarástand 2040 þegar töluverð uppbygging eins og Bryndís kom líka inn á hérna samhliða Vesturlandsvegi Ártúnsbrekkunni í Keldum og Blikastöðum og Úlfarsárdal og þannig að það er verið að taka það allt inn í reikningin og þetta framkvæmdir samgöngusáttmálans og borgarlínu og öðru. En ef við færum okkur svo kannski frá því að horfa á bara samanburð á framtíðarástandi með og án Sundabrautar þá hérna hefur við sett þennan samanburð milli brúar og ganga fram og svo margar leiðir til þess að gera það en við hefum bara hort á að nota þessi markmið framkvæmdarinnar og hvort og þá svona hversu vel þau uppfylla þau markmið. Hérna getum við séð þá bara það á þessari mynd og ef við fyrir aðeins yfir þessa þætti þá getum við séð að efsti þátturinn er þetta er markmið sem Guðmundur Valur fórum yfir hérna í upphafi fundar, er að bæta samgöngu fyrir alla ferðamáta og við teljum að báðar útfærslunir sem báðir megin valkostir framkvæmdir aðila uppfylli það en að Sundabrú gerir það betur heldur Sundagöng vegna þess að þá erum við að bjóða upp á þessa stígatengingu meðfram brúnni sem er ekki möguleg í tilfelli ganga og einnig hafa greiningar sýnt að það eru frekari tækifæri fyrir leiðir almenningssamganguna í tilfelli brúar upp á upptökusvæði og þess áttar. Báðar útfærslunar uppfylla markmið að bæta tengingu Vestur- og Norðurlands eins og komum inn áður auki hagræði fyrir atvinnuumferð byggir þá aftur á þessari greiningu varðandi ferðatíma frá núverandi hafnarsvæði og hvernig hann breytast til framtíðar sem eru fleiri og svona beinni tengingar í tilfelli brúar heldur ganga þá er hún talin uppfylla það betur og svo ef við skoðum tengingar við Grafavoginn þá eins og við sáum áðan eru göngin aðeins að bjóða upp á eingatnamót norðarlega á Gufunesi við Grafavog og Gufunes á meðan í brúarlausnum eru tvengatnamót bæði við Hálsveg og Borgarveg og þess vegna talið að brúin uppfylli það markmið betur heldur en göngin. Báðar útfærslurnar dreifa umferð og fleiri leiðir og léttar umferðunga sem við sáum bara kortunum áðan og auka samfélagsins ábyrgðir með styttri ferðatíma, minni akstur og minni útblæstri og mengun vegna styttri leiða og þá erum við að horfa bara í það að það eru færri eknikílómetrar í kerfinu sem hefur svona ykkur áhrif á alla þessa þætti. Varðandi síðasta þáttinn sem er auka umferðaröryggi og fjölga flóttalegum og bæta aðgengi viðbragðsaðila þá kemur þetta svolítið inn á greiningu sem við unnum vegna fyrirhugurar lóða viðbragðsaðila norðan við Holtagarða sem hafa verið svolítið svona í gegnum söguna verið að greina þá möguleika og þá býður henni brú upp á svona betri og skilvirkari tengingar við þá lóð heldur en aðra auk þess
að náttúrulega í tilfelli brúar þarf ekki öllum fyrir að leitin á Sæbraut og þannig ná rampa til þess að komast á aðra hluta höfuðborgarsvæðisins þar sem þetta tengjast beint við brúna, til dæmis Skútuvog, en það svo mismundi eftir útfærslum. En ég ætla þá aðeins að færa mig hérna inn í hverfin og skoða svona umferðina þar og þá mögulega einmitt hérna mótvægisaðgerðir og svona þá vinnu sem hefur farið fram varðandi það. Þarf að taka fram svona eins og Ragnhildur kom inn á að niðurstöður eru almennt í þessu mati án mótvægisaðgerða. Þannig að það er bara svona kannski samræmi við skalan sem við erum að horfa á og samræmi milli mismundi valkosta og hérna útfærsluna í umhverfismatinu. En við höfum og það við erum með kafla sérstaklega það í samgöngugreiningunni, það hafa verið listaðar upp mögulegar mótvægisaðgerðir og áhrif þeirra sýndar og þar sést bara skýst að þú veist það má minnka umferð akandi á stöðum þar sem þess er óskað en það er svona af því sögðu þá það er eitthvað sem þarf auðvitað að skoða mun nánar á síðari stigum þegar það liggur fyrir hvað valkostur við valinu og greina kannski betur hvað áhrif þær aðgerðir hafa á aðra vegi og þess háttar. En ef við erum eins og sjáum það eru aukin umferð næst tengingu Sundabrautar við núverandi gatnakerfi og þetta er náttúrulega margs konar umferð, umræðan náttúrulega oft menn gegnumöxtur sem náttúrulega hluti þessu umferð, það eru vegfarendur að nýta sér það að keyra í gegnum hverfin til þess að komast að Sundabraut en svo er það líka það að álagið er náttúrulega aukast mikið á kerfinu næst tengingunum sem leiðir kannski til þess að rýmdin þar fyllist ákveðnum tímum og umferð leitar annað og svo þriðji punkturinn sem er sett inn er kannski það að fólk innan þessara hverfa breytir leiðvalið sínu og fer frekar á Sundabraut heldur en í gagnstæða átt eins og gerði áður þannig að það er að aukast umferðin þarna næst. Og markmiðið náttúrulega í oft svona greiningum náttúrulega og sérstaklega síðastum er að beina þessar umferð inn og þá innviði sem eru hannaðir til að taka við og lágmarka þá þennan akstur innan hverfa eða á götum sem við viljum síður að sé að taka við umferð að þunga. En þetta eru svona hérna glæru sem við höfum sýnt á þessum kynningafundum annars vegar við Sæbraut og svo hins vegar hérna við Grafarvog og við sjáum bara hérna fyrst við Sæbrautina þá erum við hægra megin með brúna áfram og vinstra megin göngin og þetta er aftur þessi mismunarkort og samanburði við þá framtíðarástand 2040 án Sundabrautar. Við sjáum bara þessa aukningu sem verður á Sæbrautinni sjálfri á norðurhluta Sæbrautar og helst hún bara svolítið í hendu við það að Sundabrautin tengist á Holtavegi í tilfelli brúar en nyrðri gangamunnin er norðan við gatnamótinu við Dalbraut og þess vegna er sér svona færsla á umferðaraukningu norðar í tilfelli Sundaganga. Við sjáum eins og líka báðum að umferðin er að minnka Sæbrautina sunnan og einnig á öðrum stöðum og eins og við sjáum bara sem myndin þá flæðir umferðin svona úr þessum greiningum án mótvægisaðgerða svolítið inn á götur næst þessum tengingum til dæmis hérna Holtaveg hérna í tilfelli brúar og svo hérna norðar á hérna Laugarnesveg og þess háttar. En eins og ég segi, þetta er án mótvægisaðgerða. Svo hérna er þá sambærilegt kort fyrir Grafarvog og Gufunes og hérna brúin aftur hægra megin og göngin vinstra megin og þá er náttúrulega stóra breytan þar að við erum með ein gatnamót annars vegar fyrir göngin en tvenn fyrir brú og þá sjáum við kannski líka svolítið skýrt þess sem ég var að tala áðan að þetta er svolítið tilfærsla á umferð úr hverfunum líka í átt að Sundabraut í stað þess að fara Vesturlandsveg. Þannig að sjá þess að halsvegi í tilfelli brúar er aukningin talsverð til vesturs en í átt að hérna Vesturlandsvegi er minnkun. Kannski taka fram að það er ekki gert ráð fyrir framvindu halsvegi í þessum greiningum og hefur ekki verið gert. En það má líka sjá í báðum tilfellum í rauninni þá eykst umferð talsvert á Borgarvegi og Strandvegi og er það einmitt að hluta til vegna streymisumferðar. Og svo er líka kannski meginmunur á þessum kostum að í tilfelli brúar þá getur henni Gufunesi tengst beint inn á gatnamótinu við Sundabraut í ákveðnum valkosti, í þessum hérna aðalvalkosti en í göngum þurfa að færast norðar þessi gatnamót og þá er henni fyrir umferð að Gufunesi beint inn á Strandveg sem eykur hérna umferðina þar. En aðeins þá að þessum mótvægisaðgerðum og því sem við höfum verið að skoða í þessari vinnu þá hérna eins og sögðum áðan og sáum bara myndunum þá eykst akandi umferð næst tengingunum
en svona umfang og eðli fer náttúrulega mjög eftir hérna fyrirkomulega Sundabrautar og gatnakerfisins næst og með mótorvegsuppgerð má draga úr þessum líkum á aukinni umferð þessa vegi og það ekki farið í það að lista að hann einhverjar nákvæmlega mótorvegsaðgerðir fyrir allar valkosti eða eitthvað á þessu stigi en í greiningunni tekið dæmi mótorvegsaðgerðir sem eru til dæmis að breyta ljósastýringu varðandi græntíma og gönguljós og annað. Það líka skoða bara hreinlega loka gatnatengingum til að koma með fyrir gegnumastur og skoða áhrifin af því. Það skoða bara nákvæmlega umferðarstrauma, til dæmis akstur af Sundabraut beint inn Holtaveg til vesturs. Það sé eitthvað hægri inn, hægri út fyrirkomulega þar og svo náttúrulega bara aðra svona hraðatakmarkandi aðgerðir til þess að reyna að hafa áhrif á leiðarval og hvert umferð leitar. Þannig að þetta allt tekið saman og þið getið séð svona það sín tabla hver áhrif þessar aðgerða eru í skýrslunni. Svona það benda á bara þess að þætti kannski svona frekar áhrif á þætti eldur beina mótorvegsaðgerðir að gjaldtakan á Sundabraut mun náttúrulega hafa áhrif á notkunina og þannig hafa áhrif líka á umferð sem leggst á nærliggjandi gatnakerfi. Og aftur þetta í greiningunum ekki gert ráð fyrir almenningssamgöngur Sundabraut sem mun eftir vill breyta ferðamátavali og minnka akandi umferð og ef við skoðum þessa umferð milli austur og vestur hluta þá svona með við framtíðarspár og uppbyggingu þá byrjast vera þörf á töluvert aukinni rýmd á milli þessa borgarhluta og það eitt að borgarlína bætist við þá virðist ekki ráða við alla þessa auknu uppbyggingu sem gert ráð fyrir til framtíðar. Aðeins bara líka í samræmi með þetta því þetta náttúrulega oft svona umferð næst Sæbraut til dæmis í Grávegi sem að færast inn á nærliggjandi götur að það náttúrulega töluverð breytingar fyrirhugaðar á Sæbrautinni ef gert ráð fyrir svona aðal valkostum sem eru svona ríkjandi í þessum nærliggjandi framkvæmdum á þessu stigi eins og Bryndís fór inn á áðan. Sæbrautastokkurinn og breyttum náttúrulega gatnamótum þá við Kleppsmýraveg breytt fyrirkomulega Reykjanesbraut Bústaðavegar og svona þetta fara ennþá sunnar og í Hafnarfjörðinn eins og Bryndís kom inn á áðan. Þannig þetta kannski allt aðgerðir sem munu þá auka rýmd og mögulega bæta akandi flæði eftir Sæbrautinni sem þá mun vinna gegn því að umferð leiti inn í hverfin á einhverju leiti. Takk fyrir. Takk fyrir það, kærlega Andri. Það þá komið núna að því að fá spurningar og aðalega svör. Þannig að ég að biðja alla þá sem hér heldur fyrirlestur allavega til þess að koma upp og standa fyrir framann okkur. Já, þetta kom slökk. Ok, flott. Nei, slökkt ekki. Ekki bara slökk á hann. Jó. Það sé ekki ljósa hann. Við ætlum að slökka á þessu svo það fær nú betur okkar fínu fyrirlesara en við þurfum að halda vel á spöðunum því að það er fjöldi spurninga og mjög góðra spurninga sem er mjög gott að fá svör við og við skulum bara vinda okkur í þetta strax. Þið rétti líka upp hönd ef þið viljið spyrja í salnum en fyrsta spurningin af hverju ekki athugað með að vera með göng alla leið frá Sæbraut og upp á Kjalarnes. Við erum að fá mikrofón Já, ég held að það bara kostnaður og svo náttúrulega tæknilega möguleikar og hvernig að tengja við hverfin og náttúrulega markmið að koma að tengja hverfin inn í jarðgöng eða bara við Sundabrautina og þannig að það bara erfiðar tengingar og svo náttúrulega vera kostnaður mun meiri þannig að það hefur ekki verið talin raunhæfur valkostur. Þannig að þú nærði ekki að tengja Grafarvog við miðborgina? Ekki nægilega vel. Nei. Næsta spurning sem ég veit að ég get ekki almennilega svara. Hver áætlaður heildarkostnaður ef gangaleiðin verður valin? Munur á milli. Já, við höfum svo sem ekki opinberað alveg nákvæma kostnaðaráætlanir enda liggja þær ekki fyrir á þessu stígi máls. Við erum náttúrulega bara með verkefni í frumdrögum og vinna að mati á umhverfisáhrifum en við áttum okkur svo sem á því að munurinn á kostnaðanum einhver eftir því hvaða lausnir verða fyrir valinu og þá hefur við verið að horfa til þess að heildarkostnaðurinn verði á annað 100 milljarða óháð því hvaða valkostur verði fyrir valinu, lægri fyrir brú en göng og lægstur fyrir
lágbrú og þá styttri útgáfu af lágbrú. Hæstu fyrir jarðgöngu og jarðganga valkosturinn er einhverjum 10 til 25 milljörðum hærri svona miðað við kostnaðaráætlanir eins og það liggja fyrir í dag. En það sem skiptir kannski líka miklu máli í þessu samhengi er að rekstrakostnaður jarðganga er umtalsvert hærri, rekstrar og viðhaldskostnaður jarðganga er umtalsvert hærri heldur en samgöngumannvirkja á yfirborði. Takk fyrir þetta. Hvert er kolefnisspor framkvæmdarinnar miðað við núllkost? Ég held þú hafi nú svarað þessu en þú kannski ítrekkar það. Já, þessu þyrfti ég að fletta upp sjálf en hérna þess að ég kom inn á áðan þá er það metið hærra, útreikningar sína það er hærra fyrir Sundabraut með göngum heldur en með brú meðal annars vegna útblæstri vinnuvéla við gangagerðina en nákvæmlega hvert kolefnissporið er það þarf að fletta því upp. Já, það er í skýrslunni og í umhverfismats vefsjónu líka. Svörin eru þarna einhvers staðar og það er meiri svona kolefnisspurning. Hver er umferðaraukning í norðan greiningasvæðinsins og kolefnisspor vegna þess? Norðan greiningasvæðins, já. Ég sé að Andri ekki svara þetta kolefnissporið en í rauninni sko viðbótar umferð vegna sko byggða og íbúðaþróunar utan höfuðborgarsvæðisins byggir á kaflanum íbúða og byggðaþróun og aftur, ég man ekki nokkra tölunar en hún var notuð til þess að áætla mögulega umferðaraukningu til og frá höfuðborgarsvæðisins. Jú, einmitt frá, já, einmitt. Það er aukningu eða sko áhrif umferð að kolefnisspor er reiknað annars vegar að bara ef byggjum afverki þá losar það kolefni og svo eins og Andri kom inn á þá minnkar náttúrulega aksturinn, heildarækni kílómetra minnka í kerfinu og við þá náttúrulega minnkar losunin og þannig fæst út þessi loftslagsávinningur að þó að þú borgirinn upphafi með kolefnisspori þá dregur þessu úr kolefnissporinu til framtíða með því að minnka umferðina úr plásturinn. Þannig virkar þetta í prinsipinu. Næsta spurning, hverjar eru ástæður þess að þveranir eru aðalega á landfyllingum með þröngum brúaropum? Snýst þetta kostnað eða eru aðrar ástæður ráðandi? Þetta er náttúrulega bara samspil kostnaðar og umhverfisáhrifa og ég líti svo að þau brúaröfn sem við erum að leggja hér fram séu ekki þröng, heldur séu bara mjög rúm með við aðra, með hvað hefur tíðkast. Þannig að já, þetta er bara samspil á kostnaði og umhverfisáhrifum og ávinningur ennþá lengri brúa er ekki talin mikill fyrir umhverfið með við það. Við erum bara lengja eins þannig að ná sér mestum áhrifum. Já. Næsta spurning, við bara vöðum áfram. Hvað verður frisbee-golfvöllin í Gufunesi? Mikilvæga aðstöðu iðkenda íþróttarinnar er að ræða og þó finnist þetta broslegt, þá held ég að þeim finnist það ekki neitt. Er það tekið inn í umhverfismatið? Það er ekki tekið inn í umhverfismatið. Já, talað það en það er ekki búið að finna nýja stað ef ég skil það rétt. En það er kannski líka gott að hafa það í huga að í umhverfismatinu erum við náttúrulega eins og við komum fram í kynningunum í svolítið háu flugi yfir framkvæmdasvæðið þá eftir að klára breytingar á aðalskipulagi í Reykjavíkurborg og deiliskipulag og þetta er svona dæmi sem tekið í deiliskipulagsvinnunni að finna nýja staðsendingu eða nýja útfærslu. Og að gera að skilja umsögn. Já, endilega skilja umsögn þannig að þessu verði svarað. Síðan kemur hér spurning. Sundabrautin hefur verið kosningalofur síðan ég lærði að klæða mig sjálfur. Er þetta að gerast ef ein leið verður valin áður en ég þarf hjálp við fötin? Og spurningum aldur spyrjanda, hvernig þetta? Það kemur ekki fram. Nei, akkurat. Ég er þetta kosningalofur, ég held að við komum kannski ekki inn á en ég held að við telum svo sem að verkefni njóti pólitísks stuðnings. Það hefur verið bæði í borgarstjórn síðustu 2 meirihlutar í borgarstjórn hafa álykt í þeirra meirihluta samstarfi og samstarfsáttmála eru kveðið á að þeir ætla að leggja ráðast í gerð Sundabrautar og þá var 2 síðustu ríkisstjórnir bæði 2021 og svo ný ríkisstjórn í lok árs 2024 er með Sundabrautar á dagskrá og þetta er unnið þvert á flokka, það er búið að skipta flokka í þessum bæði borgarstjórn og í landsmálunum, þannig við teljum að brautin njóti víðtæks stuðnings og það er bara okkar markmið að koma inn til framkvæmda. Takk fyrir það. Næsta spurning.
ekki gert ráð fyrir gjaldtöku í umhverfismatinu. Þýðir það ekki að sé vanmat á umferð í gegnum Mosfellsbæ? Það má alveg kannski segja að það sé staðan og það er náttúrulega bara verkefni framöndan þegar við förum í að skoða viðskiptaáætlun að leggja mat á það hvað gjaldtakan þarf að vera mikil og hvað áhrif það hefur á umferðarflæðið. Þrátt fyrir það er umferðin að minnka töluvert í Mosfellsbæ með við það sem er í dag. Mér minnir hún sé 36.000 í dag og greiningarna gera ráð fyrir hún fari undir 20.000. Þannig að hún mun alla tíman minnka í Mosfellsbæ, það er bara spurning hversu mikið og það er gjaldtakan sem að spila þar stórt hlutverk. Takk fyrir það. Hér er reyndar önnur spurningum sem Valur er búin að svara raunulega en menn hafa áhyggjur af Ártúnsbrekkunni að hún sé stórhættuleg og þess vegna þurfa að fara í framkvæmdina sem er gott að heyra. En hvers vegna er vöxtur Akranes versus Sundabrautar talin jákvæður fyrir byggða og íbúða þróun en ekki tekin með í samgöngumatinu sem umferðaraukandi þáttur? Ég held að það sé tekið inn í samgöngumati sem umferðaraukandi þáttur. Samgöngulíki byggir á því að þær settar inn skipulagstölur og allar þær framkvæmdir sem eru fyrir hugaðar á samgöngukerfinu, hvort sem það er fyrir akandi eða almenningssamgöngur. Þannig að meiri uppbygging og Akranes skapa meiri ferðir. Þannig að ég myndi segja þetta væri þar inni, er það ekki rétt? Já. Takk fyrir. Já. Það er bæta við kannski það sem Andri var með líka á hann að í greiningunum er ekki búið að gera fullu grein fyrir möguleikum strætó til að fara nota Sundabrú til dæmis. Þannig að það er alveg tækifærilega aukninga þar og eins náttúrulega upp á Akranes og Vesturland líka landsbyggðarstrætóin. Það er náttúrulega bara mikil tækifæri þegar ferðatíminn frá Akranes styttist úr 40 mínútum í 25. Þannig að það er mikil tækifæri til að breyta ferðamátavali ef menn leggja áherslu á það. Næsta spurning er ef við horfum á sömu umferðum Ártúnsbrekkuna þangað til þetta gerist eða er verið að horfa á einhverja lausnarandi umferðaþunga þar núna? Það sem er verið að horfa varandir umferðaþunga núna í Ártúnsbrekkunni er kannski meira tengt því að breyta ferðamátavali. Það er verið að byggja hjólastiga á höfuðborgarsvæðinu, það er verið að auka tíðni almenningssamgangna, það er náttúrulega verið undirbúa sérrými fyrir borgarlínu. Við erum náttúrulega alltaf að fylgjast með umferðinni í Ártúnsbrekkunni og átt okkur á því hvort við getum einhvern veginn brugðist við en þversniðið er svolítið metta þar og þess vegna erum við að leggja áherslu á, það er breytingar sem Sundabraut mun hafa í för með sér á þessu sviði og þetta er náttúrulega staðista breytingin sem við getum lagt á borðið. Hvað var þar umferðarflæði eftir þessum ás og höfuðborgarsvæðinu? Hver eru áhrif þess að fleiri velja að flytja lengra frá höfuðborginni og þar með aka lengri vegalengd í vinnu en áður? Hefur það verið tekið með í matinu? Já, þetta er það sem við erum að koma inn á áðan, að það er byggir á þessari spáum íbúa byggðaþróun þá á Vesturlandi og það er fjallað með þetta í samgöngugreiningunni og hvernig hún mun þá í rauninni minna móti þessari minnkun en rauninni allar greiningar sína að það er alltaf ennþá þessi minnkun í auknum kílómetrum þegar það er verið að taka þetta til greina. Hér bendir spyrjandi á að Skeiðabóur er að drukna umferð, það séu 2 skólar. Er það ekki augljóslega eitthvað sem þarf að laga? Þetta tengist að þessu. Já, það er kannski ekki okkar að borða að laga það en það er náttúrulega kannski að benda á það að því að við erum ekki veghaldar á þeim vegi heldur Reykjavíkurborg, svo það fylgir með. En greiningarnar varðandi Sundabraut er ekki sína aukningu umferð á Skeiðavogi en við beinum þessum bara til Reykjavíkurborgar. Og svo er hér gæðaspurning. Teljið þið að í umhverfismatinu sé verið að leggja hlutlaust mat á framkvæmdum miðað við núllkost? Já, það er alltaf það sem er það sem að náttúrulega ráðgjafa er ætlað að gera, það er að leggja alveg hlutlaust mat á þá valkosti sem eru til skoðunar og bera þá sama við núllkost og það má alveg verta að nefna það að í flestum tilfellum þá er ráðgjafinn sjálfur, umhverfismatsráðgjafinn er ekki að gera greiningarnar. Við erum hlutlaus aðili, við má segja við séum ritstjórar, við erum að sanka að okkur greiningum annara sérfræðinga eins og vatnaskila, Jóhanns Óla í tilfelli marga náttúrufarsþáttunum, Hafrannsóknastofnun, það voru fjölmargir aðilar sem komu að umhverfismatinu, efla vissulega líka með umferðargreiningar og fleira en það er engin sérstakur ávinningur af því fyrir ráðgjafan
að fjalla á óhlutlusan hátt þessa valkosti, en það er alveg skýrt að þetta er hlutlust mat. Ég trúi fullkomlega. Eftir að hafa verið að vinna með ykkur síðustu daga. Það fer að fækka spurningunum. Hefur verið lagt mat á lækkun umferðaröryggis fyrir óvarða vegfarendur vegna aukinnar bílaumferðar á höfuðborgarsvæðinu? Fleiri bílar keyri þar? Já, inn í þessum greiningum sem sagt tekið tillit til þess og það náttúrulega eru, eins og við sögum áðan, að vera að fækka aksturskílómetrum á höfuðborgarsvæðinu og einmitt líka vera að tilfærsla umferðar á öruggar innviði í mörgum tilfellum sem eru aðskildar aksturstöfnur sem ekki til dæmis í Kollafirði í dag og svona, þannig að já, það reynir að taka í rauninni heildar umferð inn í þessum slysatíðnis tölum sem eru nýttar. Og það er líka kannski vert að hafa það í huga að sérstaklega það sem að Sundabrautin er að tengjast inn á gatnakerfið hérna á höfuðborgarsvæðinu, bæði Grafarvogi og við Sæbrautina, þá verður það að skoða mislega tenginga fyrir gangandi hjólandi og það dregur úr umferðarslysum fyrir þessa ferðamáta. Já, hér er spurning sem kemur inn á það sama, hverju minnkun umferðar öryggi gangandi, hjólandi, börn í Grafarvogi og Laugardal? Bara að vísa aftur í svari, við erum að reyna að leysa allar þessar þveranir mislegt til að tryggja sem best og mest öryggi. Já, hér er aftur spurtum, við vorum búin að svara þessu með landfyllingar og brúaróp og þá var eiginlega bara síðasta spurning hér úr streyminu. Er breyting á umferðarflæði miðað við Miklubrautarstokk, Sæbrautarstokk og breytingar á bústaðavegi Sæbrautar, eða já, að það er framkvæmdi verið búnar? Já, það er gert ráð fyrir alla framkvæmdi samgöngusáttmálans verið búnar, en það er gildistími hans til 2040 sem er árið sem við erum að nota í okkar greiningum. Takk fyrir það, vil einhverju komið spurningu hér úr sal? Gjörðu svo vel og... Aðeins verið komið inn á kostnað. Við skilst að það sé, það talaði hér 100 til 200 milljarðar, það er nú býsna svona rúmt. En hafa menn eitthvað reynt að giska á það? Já, bæði hver þessi veggjöld gætu þurft að vera og hvað sársaukamörkin liggja. Takk fyrir. Já, auðvitað eru bara að skoða veggjöldin og við erum bara í þessari vinnu núna framöndan næstu mánuðin er að uppreikna áætlanirnar okkar og leggja mat á veggjöldin og það náttúrulega bara tekur með hliðsjón af, eins og Helga nefndi, hvaða valkostur er. Og ég held að í samgöngur ennum andri er náttúrulega ítalið umfjöllur hvernig áhrif veggjalda eru á eftirspurn og annað slíkt. Nei, hún er kannski ekki ítalega, hún er svona almenn einmitt, en við erum ekki, við erum ekki að gera líkan útreikninga með gjaldtöku eða þess áttar, en það verður klálega skoðað og hefur verið skoðað í svona sérstöku verkinu í vanandi viðskiptaáætlun og hvernig það gengur upp og einmitt hvar sársaukamörkin eru og hvaða umferð er næmnust fyrir gjaldi og hversu hátt það þarf að vera og þess áttar. En ég held að það sé ekki. Já, einmitt og hvort að gjaldtakan sé eins yfir daginn eða mismundi eftir tímum dags og á mismundi gerðir ökutækja og þess áttar. Þannig að þetta hefur allt verið skoðað og verður skoðað meira, gerir ráð fyrir í fallinu. Takk fyrir það. Fleiri spurningar? Ég heiti Ásbjörn, íbúi Laugardal. Hver mun taka endanlega ákvörðunu núllkost, göng, lágbrú eða hábrú? Hvaða fólk? Ég held að það sé bara vantarlega verður þetta pólitísk ákvörðun á endanum, þannig að það er ákveðið skipulagi borgarinnar. Þar er lagður fram endanlega valkostur og hefur náttúrulega verið kynnt á íbúafundunum núna í Reykjavík, þar sem að Reykjavíkurborg hefur kynnt og hefur lagt fram drög að aðalskipulagsbreytingum og er til umsagnar líka hjá skipulagsstofnun. Þeir hafa talað að tímalinn er þannig að í loka árs, byrjun næsta árs er verið að leggja fram tillögu valkost í skipulagi og þannig mun það birtast. Þannig að það er stutt í það. Já, Vegagerðin gerir tillögu til Reykjavíkurborgar og svo eru skipulagsáætlanir hafa sinn farveg, það sem er lagt fyrir
skipulagsráð og borgarstjórn og annars því sem samþykkir að auðlýsa aðalskipulag. Þannig að það eru vantarlega kjörnir fulltrúar í Reykjavíkurborg sem að bera ábyrgð á því hvernig skipulagsáætlanir eru framsettar. En svo þetta gerir Vegagerðin og ríkið gerir tillögur til borgarinnar hvað okkur þykir besti kosturinn og svo framvegis. En það eru, já, við höfum lagt fram í umhverfismatinu eru talað raunhæfa valkosti, þeir kosta mismikið og þannig að það hefur allt áhrif á niðurstöðuna. Takk fyrir það. Það er bara ein spurning, held ég, bara síðasta spurning úr streyminu og það er spurt byggðaþróun virðist miðað við framtíðarástand 2040 án Sundabrautar í núllkostinu væntanlega, í umhverfismatinu eða umferðarmatinu. Mér er að vísa hér í blaðsíðu 75 í viðauka ef þið kunnið þetta alveg utan að. Umferðaraukning vegna tilflutningsfólk á Akranesi, er það ekki með? Jú, það er með. Munurinn á núllkosti og ekki núllkosti er einfallega bara Sundabraut. Alla skipulagstölur eru eins í öllum tilfellum. Og það er ekki... Já, því kannski bætið á við, þannig að já, það er eina breytan í núllkostinu, þannig að er rauninni gert ráð fyrir sömu ytri umferð í líkaninu frá Vesturlandi, en það er sérstök greining á þá er rauninni aukinni umferð vegna framkvæmdarinnar í samræmi við íbúa byggðaþróun og áhrif hennar þá á þessa umferð og ekna kílómetra og þess áttar. Og bara almennt náttúrulega einhver styttri ferðartími á milli kjarna og annað slíkt, það bara einhver samskipti og milli hvort þeim út að sækja vinnu eða þjónustu annað slíkt og náttúrulega eru fræðin í samgöngulíkonum byggja á því að vera að meta þau áhrif, þannig að í skýrslunni eins og byggðaþróun ekki verið að meta hversu margir sækja getur svo átt vinnu og náttúrulega í sitt hvort áttina, þannig að þannig að það eru áhrif af þessu. Það eru augljóslega áhrif af Sundabrautinni, hvort sem voru gerðið ekki, það er bara mismunandi áhrif. En áhrifin okkur hér og nú eru þau að tíminn er liðinn, spurningunum held ég að bara séu öllum svarað. Ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna sem hingað komu og þakka ykkur fyrir sem fylgdist með á streyminu og hvetjum ykkur enn og aftur til þess að skilin umsögn eða athugasemd inn í skipulagsgátuna. Það er mikilvægt ef menn hafa skoðun og heita tilfinningar sérstaklega að klára það ferli og gera það þannig. Takk fyrir.